bunkan hjá mér. Nú ég að fara að gera þessu. Ég bara svona, Veistu hvað, þú átt að gera stand-up með Finnst þetta. þér? Já, með hjátrúna. Nei, bara með hjátrúna og með þig sjálfa. Já. Af því að þú hefur það vitað að sko, svona pínu hæðast að þér. Ég gerir rosa mikið grína sjálfum mér. Já, það er stand-up hérna, þú hefur þá stand-up karriér í framöndan. Takk. Og taktu eftir hvað margir sem hafa verið í stand-up hafa náð alveg svakalega langt. Já, Saga Garðarsdóttir er náttúrulega bara drottningin, sko. Já, algjör drottning. En ég var að kynna hver hún er. Nei. Uppistandari og leikona. Já, að því að sko, það er nefnilega Saga Sig. Já, ljósmyndari. Já, ég þekki hana. Hún er reynda drottning líka. Hún er algjör fucking queen og Ég fucking everything. Ég dáist svo að henni. Fyrirgeðu. Ég bölva svo rosalega, sko. Svo er ég að vinna með úlingum. Ég er svo hræðileg, allavega. Já, en finnst ekki geggja gaman að vinna með úlingum. Ég fer eftir. Já, stundum. Það er náttúrulega stundum líkur náttúrulega bara, það er bara á öllum, líkur stundum bara illa á einhverjum og þá bitnar það á mér. Og svo náttúrulega er ég vandikallin að ég er að vinna við það eiginlega suss að þau láta þau læra. Já. En inn á millina ég vera góða kallin og vera skemmtileg. En er bara kannski, já, láta þau læra, þú veist, þau hafa ekki áhuga náttúrulega mörg og eru þá hundleiðileg. Ég er líka oftast inn í dönsku tímum, sko. Og það er náttúrulega áhugin engin. Nei. Ég fekk hérna, skal ég segja þér, vottorð frá ráðherra að börnin mín þyrfti ekki að vera í dönsku. Mér fannst þetta svo fátilegt. Þetta er það, sko. Já. Og hún hvíslaði því þá heyrið ekki hvað hún er að segja. Lilja, ég myndi þetta ekki. Eða einhver nýrmænt. Ja, Lilja var ekki svo sem komið sá. Nei. Og þetta við fáum sér borga frá Danaveldi til þess að kenna dönsku hérna. En ég segi maður læri bara dönsku þegar maður hittir einhver Dana. Er það ekki? Jú, ég meina, ef þú ætlaðir að fara sjónvarpið? út, bara náðu þér í Duolingo appið, skilur. Ég skil ekki á hverju við erum ekki að læra tákmál. Af því það er eitthvað sem við þurfum til þess að geta til dæmis, þú veist, af því að eins og danska hjálpar okkur ef við erum að tala við Dani og þeir eru hellingu þeir ekki að tala við hvern annan. En þú veist, Ísland, það er bara mikið íslensku fólki sem getur bara að tala með tákmáli. Skil ekki af hverju það er ekki þing. Já. Af því að það er miklu sniður. Það gerir okkur líka svona einhvern veginn hlýtt í hjarta. Ég hefði taldið það. Já, manni líður vel og ég hef verið að skemmta, skal ég segja þér, heyrnarlausum börnum, fullorðnum, öllum. Já. Og nafni mitt er svona. Já. Það er Sigga Kling á tákmáli. Ah. Sumir eru með stuttar hendur, það er kannski svona. Já. Það er verra þegar það er. Sigga Kling. En finnst þér ekki asnalegt að það skuli ekki vera sama táknmál út allan heim? Jú, það hefði nefnilega verið svo sniðugt, sko, ef þetta hefði verið bara svo síðan þetta alþjóðlega tungumál. Já, mér finnst þetta bara... En... Já, hvað myndur þú svona ráðleggja í sambandi við úlinga? Því að það eru náttúrulega hormónarnir, fjárhagshormónarnir út allt. Já, í alvörinni. Það fyrsta sem ég vil ráðleggja er að muna að svitalyktar eru til og tannbusta sig á mótnana er rosa sniðugt. Er það sniðugt? Það er bara nauðsynlegt. Já, en þarna finnst þér ekki hægt að kenna bara umhirðu og svoleiðis í skólum? Jú, mér finnst líka bara, persónulega finnst mér að kynjafræði að vera skild áfangi í sérstaklega grunnskólum eða ef ekki grunnskólum þá menntaskólum, sko. Já, og finnst þér ekki líka gott bara, það væri kennt bara líka hvernig við högum okkur við hvort annað? Jú. Já, mér finnst að því við vitum það kannski ekki. Partur af kynjafræði, sko. Nei, eftir því það er líka eitthvað sem við lærum af foreldrum okkar og foreldrar okkar, við erum alltaf að breytast og foreldrar okkar er bara með henni viðhorf og þau þurfa líka að læra að það er líka gott, þú veist, þess að ég má minn besta konu í heimi. En það er stundum, hún er besta konu í heimi. En það er stundum það sem ég er svona, Þóra minn, við skulum ekki alveg, segjum frekar svona, eða já, þetta er ekki alveg svona í dag, kannski frekar eitthvað svona, og þá voru alltaf, já, þú veist, þau eru bara ennþá, og eins og mamma og afa og svona, maður er bara ennþá að kenna, þú veist, tímarnir er að breytast, þá er maður bara að læra nýja hluti. Myndirðu frekar vilja skipta eða fengir að ráða og vera upp á einhverjum öðrum tíma? Nei. Þú veist, ég hef hugsað þetta bara upp á það, sko, en þá er það er svo grunnt hjá mér, sko, þetta er bara út af fatastíl og tónlist sem ég hefði verið til. Já. Bara eitthvað svona verið til ég verið þessum fötum, eitthvað svona, en við bara svona jafnbreytislega séð þá kannski bara best sem kona að vera bara núna. Vera bara núna. Já. Mér finnst nefnilega að ég er svo sammálaðir, sérstaklega með kalla, stráka, menn, hvað sem er. Já. Mér finnst þið svo ömulega klæddir, flest allir svona 90%. Finnst þér það ekki? Ég var svo erfitt með... Akkur eru allir alltaf bara í jakkafötum? Við erum að fara eitthvað fínt, förum í jakkafötum. Harry Styles náttúrulega er guð fatana, Já. eins og er, sko.
fyrir kallmenn finnst mér og konur líka svo sem, og bara eða það sé kynsegin fólk bara fólk yfir höfuð sko. Já, mér finnst hann rosalegur. Mér er svo gaman að vera pínu rosalega. Mér finnst þú rosalega töff á þess að fara í alveg yfir strikið og elska þína græna lit. Takk. Ég er nýfarin að elska lit og vera svona djarfari. Já. Mér líður rosalega vel með hann. Hvað ertu gömul? Ég hvíslaði þetta, ég er 19 ára. Takk. 19, já. Mér finnst svo gaman þegar þú lækkar. Já, þetta sé að virka. Líka, ég fór ekki frá mæknum. Nei, ég það er lækkaði samt bara svo fyndið röddina. að því að ég sé fólk, sko, hvað var hann að segja? Og spilar það aftur. Já, Svo við erum að græða á því. já. Svona finnst mér líka sitja smart og það sé að það er náttúrulega ekki enginn sem er að hlusta en bara þú veist svona, ég ætla að taka þetta, þennan, ég get það ekki. Jú, sko, þetta komið, það líður vel. Nei. Nei. Þetta er ríkilega. Ég fæ ekki, sko, hnéð niður, sko. Já, Ég fæ ég ekki held að hnén sé eitthvað að hnjánum mínum, sko. Mér finnst oft þægilegt að sitja skilur svona sem að eyðilegur á manni hnján. Nei. Nei, já, ég veit. Veistu að þú ert ekki að trúa svona vitleysu? Ó, þetta eyðilegur sérst ekki á manni hnján. Nei. Það er til svo miklar vitleysur eða fólk er að gera svona við núna. Já, þú setja eyðileg eitthvað. Ekki neitt. Þetta er bara loftpúlur. Sem ég segja að þú bara brakar meiri og þú gerir þetta oftar og þá er ég bara ok, gegja. Það er það sem ég vil. Hvað mennur? Já, takk. Já, takk, vil meira. Og líka poppa bólur, bara ok, mér finnst það ógeðslega þægilegt. Já. Þú ert bara ekki með neina bólu, ertu búin að poppa þar allar? Já, mest megnis, en ég er líka bara svolítið að fela þér. Þessi hattur hjálpa mér svolítið. Ertu með bólur á hnakkanum? Ég meina á enninu. Já, það er enga bólur, þetta er ekki bólur. Nei, hún er að fara. Já, hún þetta er er að ekki bólur. kveðja, bólan mín. Ég elska svona þetta kallast turtleneck, eða svo er því. Já, veistu hvað ég sendi á mömmu, ég sagði Guðmund, í hverju á ég að fara? Hún bara farið í græna rúlukránum, ég sagði Guð, ég var svo feit í framan ef ég rúlukrán, en veistu, ég fór í hann. Maður verður bara, Ögra sér. veistu hvað ég geri? Því miður þá horfði ég á eitthvað podcast daginn, því miður hjá mér. Ég horfi aldrei á sjálfa mig eftir ég að verið einhvers staðar. Nei. Ég horfi aldrei á sjálfa mig og ég les ekki komment og svona sko og ég bið fólk að segja mér ekkert frá því. Af því mér finnst það rosalega gott því að annars verður þau gaggrínin og eða fyrir að gaggrína þig og þá er það ekki góðum málum. Ég held bara mér finnst þú svo ótrúlega cool. Takk. Með þessi ljósblá augu, bara í svo, ég veit ekki hvað. Æ, þakka þér fyrir. Þau lýsa sko. Málarðu þau aldrei? Ég kann það ekki, sem er svo leiðilegt. Ég málaði mig þannig að ég set heilir undir augun á mér og ég set á mig maskara bara svona til þess að lifna við á mótnana því að ég er, þú veist, ég er svolítið svona uppvakningsleg þegar ég vakna. Enda voru afskaplega föl og með rautt hár þannig að augnhárin mín eru glær. En mér alltaf, mamma er snirtifræðingur sko. Þannig ég veit ekki okkur, ég er ekki búin að láta hann að kenna mér. En ég hef alltaf ætlað að fara svona á námskeið en ég er bara ekki búin að finna henni nýlega sem er bara svona til að, þú veist, að því mér finnst vera eitthvað svo basic að allir kunni bara eitthvað að setja sem make og eitthvað, ég kann það ekki. Nei. Ég kann ekkert á þetta og mér langar að kunna. Sko strákum finnst ofta tíðum bara konu svo ægilega kúl sem eru bara svona ferskar. Já, maður er svo ferskur sko. En ég er að minna þetta, þeim finnst að það er náttúrulega en þú ert náttúrulega heppin að vera svona smart. Sko, ég nenni ekkert að ganga í augun á þeim, sko. Nei. Nei. Ganga í augunum á einhverjum. Ganga í augun. Nei, ganga í augun á þeim. Fara í fjörurnar við, þá að vera eitthvað sexy. Fara í fjörurnar. Hvar eru fjörurnar á þér? Ég bara spyr ef að ganga í fjörurnar, fara í fjörurnar við einhvern. Ég er bara... Ég er að reyna að sjá fyrir mér þessa myndlíkingu ef þú ert að spyrja hvaðan ég er ættuð. Nei, tjók. Jú, ég var að spyrja því. Já, ég er ættuð, ekki svona mig. Ert það djóka? Já, ég er bara ekki að grínast. Heyrðu? Ég meina þetta bara Helgafellsættin, það er ég. Ég er náttúrulega skildir, ég er báðum ættum á Snæfellsnesi og ólst þar upp, ég var kindabóndi. Ég er enda bara önnur ættin, sko. Eða það er bara pappi og... Já, hinn er ekki þá neitt sérstaklega. Móður mín úr Breiðholtinu, sko. Já. En sem er náttúrulega bara rosa hart, sko. Mér finnst það alveg rosalega kúl. Já, mér finnst það líka. Mömmu líka nefnilega, hún talar svolítið mikið það, svolítið fyndi. Já, það er alveg lið sem kemur úr Breiðholtinu og margir sem hafa náð miklum árangri. Hvað svo sem árangur er það ekki rétt? Finnst þið það ekki? Jú, mér finnst það bara klárlega. En móður mín er alvöru og hún hefur svo sem náð langt, sko. Já, hvað er að ná langt? Það er náttúrulega spurning. Ég veit að hún er
En hún náttúrulega, hún verður eiginlega að láta þig bara, mér finnst þú mjög flott máluð, Takk. það litla sem þú ert máluð, Takk. með rauðan svona gló í kinnunum, rautt gló í kinnunum, ekta glóli. Ég er að prófa þessi myndan, ég veit ekki hvað þessi kveikt á henni, ég er samt bara... Nei, myndavélina frá öllum öngum, svo það er alveg sama hvað þú snýðir. Við Já, erum með já, já. margar. Já. Dexo minn er með marga myndavélar, hann veit að, og þú veist, það má ekki taka mynda hnakkaspikkin á mér. Alls ekki. Já, ég skal bara, með speilin fyrir aftur þig. Já, ég veit að, svo þá sé ég who cares. Já, nei, Mér er alvörunni. skítsama. Já, Ég er horfi það ekki á ekki? þetta hvort er. En við erum nefnilega alltaf, alveg sama hversu við erum flottar, eins og þú bara, mér finnst þú bara alveg áberandi smart, sko. Æ, þakka þér fyrir. Þú ert það bara, og þú ert bara svo fyndin og skemmtileg án þess að hafa neina áreynslu, einhvern veginn. Ég tekur svo miklu hrósi, sko uppáhaldsrósi mitt er að vera fyndin. Mér er eiginlega, fyndin jú og föt. Mér finnst svona útlit, eða ekki, Já, en svona föt, föt, stíll, svona þannig stíll. vera svo skemmtlegt, sko. Já, En ég er mitt, já, svo ég er nýkomin í hringina, sko. Ég er meira þess að fara henni að búa til, ég er svo erfið með áhugamál. Ég ég er með svona, ég fæ áhugamál og þráhyggju fyrir einhverju litlu í svona 2-3 mánuði, eyði allt og miklum peningi í það litla áhugamál og öllum mínum tíma og hætti síðan. Og þetta er búið að vera svona síðastliðin ár. En þetta áhugamál skartgripagerð hjá mér er búin að halda sig í núna ertu þá að 1,5 búa til ár. skartgripi? Já, ég er svona búin að vera að leika mér að búa til eyrnalokka og síðan er ég Vist þetta hálsmenn var flott bjó ef að til- þú hefur búið það til? Ég bjóð það til, tók keðju í sundur, þetta er giftingar einhvern hans pappa. Er það? Ég held þetta væri sko keðjan öfugt og þú fengir alveg ömulega tengda með mig. Já, nei. Má Nei, ég sjá það er þetta? ekki- Gott að Það er ekki hægt á þessu hálsmenni. Vá hvað hann hefur verið með stóran putta. Almáttuðu minn. Og er þetta hvítagull? Eða? Já, þetta er ekki gull allavega hana. Nei, Að- já. Já. Af því að þú náttúrulega ert frekar, sko, væri líklega greind frekar í gulli. Já, Og þú sett greind, en sá sem að, já, en þarna ertu búin að silfra þig upp. ég er nýfarin að prófa að vera með gull. Ég er nefnilega aldrei þoraði út af hárunu mínu. Mér finnst það vera svo mikið í stíl og mér finnst það svo óþægilegt. Þó það sé, þú veist, hlýrra af því ég sjálf er, þú veist, þannig sé köld í húðlit, sko. En, þú veist, ég bjóti þennan hring úr úr skeið. Það var skeið sem ég tók í sundur og hamraði saman. Ég ætla að gefa þig skeið og eftir. Geggja það! Ég sko, þegar ég er lítil í mér, eða, Hvernig getur þú gert þetta? Þetta er með augu og... já, nei, guð, nei, þetta er nú bara, þetta er skeið sem var með skraut á, sem að ég, Já, hamraði hvað? saman. Þú þurftir ekki að segja alla söguna. Ég nei, segi, já, þetta, já, nei, já, bjóst ég þetta veit, til þetta er úr magna, skeið. ég veit, þetta er magna hjá mér. Nei, guð, svo fór ég í portið daginn með ömmu minni, uppáldið mitt er að fara á netjamarkaði og bara skoða, ég þarf ekki að kaupa neitt, bara labba Ekki neitt! Nei, sko, þarf ekki er það sem ég segi, ég geri það alltaf en ég fer ekki inn sem eitthvað svona, nú ætla ég að kaupa mér þetta en ég labba allt út með nokkra hluti, ég er búin að kaupa rosalega mikið af bollastelum og ég segi alltaf um ömmu minna, þetta er ég að kaupa mér fyrir framtíðina, þú ætlar að geyma þetta þangað til. Og ég er búin að vera með blæti fyrir lituð gler undarfarið og svona og sérst skeiðum, þannig ég er búin að vera að fara og skoða skeið og ég fór mitt í portið og fann fleiri svona, þetta er svo fallið skeið finnst mér. Vá. Þá sagði sérst konan við mig að hver svona skeið kostaði 10.000 kall eða 10.000 kall stykkið að því þetta er eitthvað svona alvöru silfur eða eitthvað, ég keypti þetta í góða hirðinum á 200 krónur. Já, það er sko, mér finnst það svona markaður og svona, eigi ekki að vera með alvöru verð, því þá er það ekki lengur markaðir, finnst mér. Þá er þetta svona, það er náttúrulega portir eða bara orðið eitthvað svona antíkbúð, skilju. Já. Góði hirðin og netjamarkaður, ABC og svona. ABC, minnst hún langskemmtilegust. Já, sem er núna komin á nýbílavegin sem að stækka við sig. Alveg geggja, það var á sunnudögum, það var allt komið nýtt og ég bara, ég týni tímanu þarna eins og að fara til geðlæknis, eða þetta í það, ég bara... Já, ég mitt fer oft, sko, ég á erfitt með að fara staði einn, þú veist, eins og ef ég er að fara í Kringluna og svona, þú veist, ókslega vandræðalegt að fara einn sem er ókslega skrítið, sko, því ég er bara nokkuð opin manneskja. En á þessum stöðum þá líður mér svo vel að ég get bara farið alein, ég þarf ekki eins og með tónlist í eyrunum, mér bara líður vel að Maður andlega bara í einhver svo miklu jafnvægi. Já, alltaf er mér gekk illa eða vel á prófum eða var bara illa sofin eða jafnvel bara vel sofin þannig hvort fór ég að vorkenna mér eða verðluna mig með því að stoppa í góða hirðinu með Hertex eða eitthvað svona leiðinni heim. Hvaða Hertex-búð ferð þú í? Það er bara ein eftir. Ein í Reykjavík, hún er Vínlandsleið, hún er líka stærst núna. Vínlandsleið, það er ein,
Já, Hertex Hún var ekki alltaf sama niður í Rauðikrossin. bæ. Nei, Þú að segja mig frá þessu eftir, við ætlum ekki að Við erum- uppljóstra þessu leyndamáli. nei, það fór of margir. Já, algjörlega Þetta er mín búð, Þetta er já bara bæ, sko. ekki. Já, það er hérna, Hertex er með þarna hjálpræðiserinu, það ekki? Jú. Sko mig! En þarna, þú ert með hringinn hans pappa eins og hálsinn Já. og þú varst fyrir þeirri erfiðu reynslu að missa góðan pappa. Mjög. Við báðu, mjög. Já, Erfitt og mjög góð pabbi, já. besti pabbi. Hvað svona því að það er svo gaman að segja, þó að sé erfitt að segja, þá er gaman að segja frá einhverju sem fólk getur tengt við af því að sorgin náttúrulega er svo mismunandi. Hvernig svona, þú veist, horfist í augu við þetta allt saman? Sko það sem mér fannst best þegar mamma og pabbi voru að tala við mig um þetta var sérst hérna þau teiknuðu svona hring og lífið okkar er bara svona, eða svona spírall og lífið okkar er svona spírall og síðan allt í einu gerist eitthvað vont og þá teiknum maður svona svartan blett og hann getur bara verið mjög stór stækka, mann líður illa, allt er ömulegt en síðan heldur bara hringurinn áfram spírallinn heldur áfram og ferð út úr ringulræðinni og lífið heldur áfram og þú veist, það sem að mér fannst það sem að pirraði mér mest í þessu öllu að því hann sérst lést á krabbameini það sem pirraði mér mest í öllu, þú veist, var hérna þetta verður betra og bla 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 þetta var 2 ára að gerast og eitthvað svona þú veist, já, þú you'll get over it, þetta er svona þannig þú veist, þetta er svona þú jafnar þig einhvern veginn aldrei á þessu ég segi aldrei, þetta er 3 ár síðan ekki eins og þetta sé eitthvað, ég veit sem búið gerist í mörg ár en ég einhvern veginn svona, maður jafnar sig ekkert á þessu en maður lærir bara að lifa með þessu þetta er bara nýji veruleikinn og þetta verður náttúrulega ekki alltaf ömurlegt það koma dagar sem maður getur ekki hugsað um neitt annað Ég skil þig. en síðan verður maður líka bara að muna eins erfitt og það er bara eitthvað svona það góða Já. þetta er bara svona, já, við vorum alltaf að syngja eða já, það var þetta og góði hlutir sem að minna mann á mann og ég er mjög lík foreldrum mínum báðum, sko alveg svona helming og helming og ég er alltaf að vera líkar mömmu og hérna Var hún sætari? Er hún sætari? Já, Var takk ekki. Nei, hún er afskaplega falleg og hérna og ég er svona að fatta svona núna eitthvað svona, ó já, pabbi gerði þetta alltaf eða eitthvað svona, já, og þetta er alveg svo hann gerði eitthvað svona, ég er svona að fatta, oh my god, við erum svo lík sem er svo skemmtilegt að því þú veist líka minn helsti ótti sem var svo skrítið að því ég veit að mun aldrei gerast en það var bara svona að gleyma það var það sem var svo scary það var eitthvað svona hvað ef, þú veist, þetta var svona að því þegar það var nýbúið að gerast þá var ég var í útlandaferð ég var í kórferð á Ítalju þegar þetta gerist og mamma bara, þú veist, þú ræður að þú vilt koma heim og afi kemur á móti þér eða hvort þú vilji klára ferðina, það voru 2 dagar eftir eða eitthvað og ég hugsaði bara, þú veist, ég veit að pabbi minn myndi vilja, ég og pabbi eru svo lík, sko, og mamma líka náttúrulega, við erum öll svona rosalega húmor og pabbi var bara farin að gera grína sér Já. og grína þessu krabba minni og hann bara eitthvað svona, æ, þetta helvítist þetta er bara svona coping mekanism náttúrulega líka en við erum bara, við ætla ekki að ljúga, rosalega fyndin fjölskylda, sko Mér finnst það geggjað. þannig Ég elska það húmor. hjálpaði okkur rosalega, Já. sko og ég hugsaði mitt bara svona, ok, hann myndi vilja ég myndi klára þessa ferð og þannig ég gerði það og ég fekk samt svona sagt að kent, þetta er svona skrítið og nokkru mánuðum eftir og maður fór að hlæja og maður var eitthvað svona já, nei, ég var bara leið mér er alveg illa núna sem þess að þetta ekki rétt skilur því ég hef það bara haldið áfram og hann veit alveg Talar ekki við hann? alltaf Ég er að segja alltaf hann fyrir hann svið og ég er ekki Já. að djóka, ég sýni núna hvað 2, 3, 4 sem í viku Já. og þá er ég alltaf bara, já, pabbi, við ætlum að gera þetta saman Ég elska að gera það því að hann er náttúrulega bara spirit eða andi, ekki líkama Já. og er náttúrulega núna þekkir að mjög marga sem geta rettað þér já, svo ég geri þetta líka, ég kalla á bara alla þegar ég þarf að fara á svið eða gera eitthvað svona og hérna, og við erum frá Öryggi. Snæfellsnesi við erum það Nornirnar, það er góða fólki kemur á hólminum, sko já það er vonda fólki það sem ég er sko, þegar ég var við hliðin á Stóra hrunni eða hvað þetta, jú, Já. Stóra hrunni, það var hann sem skrifaði hjá vondu fólki, hann var þekktum ömmu já, ok Amma sagði að hann var í sauðaþjóður en kannski, ég veit það ekki ég er ekkert úr góða partum eða pabbi, sko, þetta var svo fyndin bandir heimi á mér þetta er sérst að því mamma eru breyðaltan pappur á hólmunum þá var hann alltaf, ég er náttúrulega góður strákun og Stykkishólmi sem er bara utan að landa og góð við allen móðið þín, hún er á Breiðholtinu, hún er bara á Malbikinu
hún bara bölvar þessum á hinum og hún ógeðslega hörð og Hún bara á malbygginni. já, hún alveg på malbyggi og þau voru bæði alltaf að djóka með þetta var svona bandir og mamma djókar ennþá með þetta sko og ég farin að taka, já ég náttúrulega bara hólmari en þá var mamma, þú ert mixtur af bæði svo náttúrulega bara í Árbænum sem svona næstu bara við Breiðholt sko Elskar ekki búið í Árbænum, ég elska Árbæn. Elska Árbæn. Mér finnst líka svo gott að þú elskir Árbæn. Það færir mér svo mikið öryggi einhvern veginn. Já, sundlegin það alltaf geðveikið þegar ég fór alltaf í sund, rosalega oft, svo hætti ég eitt góðan við þetta. Ég var alltaf þarna. Veistu hvað svo sorglegt? Ég nefnilega var svo mikill advokati fyrir Árbæjarlaugina. Ég var svo skrítið. Ég var svo stolt af því að aðalaugin í Reykjavík væri sérst Árbæjarlaug. Öllum auglýsingum fyrir sundlaugarnar það var Árbæjarlaug. En einn daginn á hvað Laugardalslaugin að taka sig í gegn og koma eitthvað á iPod og einhverja geggjaða rennifötur, þá gleymdi allir Árbæjarlauginni. Og ég var bara svona, hvað með okkur? Ég fer aldrei í sund sko, en ég var samt alveg bara svona, hvað með okkur í Árbæjunum? Hvað fáum við? Við fáum ekki svona klöðna lengur. Þetta bara snobb sko. Laugardalslaugin. Þau eru með fótboltavöllin líka. Skilur, veistu hvað ég við? Þau þurfi ekki meira. Nei, þau eru bara með þau eru með landsleiksvöll. Já, þau eru með landsleiks, hallásika, já, einmitt. Svo ég bara svona, viljið þið eitthvað meira? Viljið ekki taka allt frá okkur bara? Þeir eru með hörpuna líka þarna, eða miðbæran Laugardalinn. Og hvað fáum við í Árbænum? Við fáum stípluna. Já, þið fáum stípluna? Já. Það er eiginlega ekki miðbæran í Árbænum eða hvað? Ég keypti oft þarna í blómabúðin eitthvað. Já. Það er tannlæknir þarna, hann er frekar sérstakur. Það er hérna rétt hjá þannig blómabúðinni að því að barnabönni mín fara inn og kom út með fullt af dóti og nammi frá honum og svona. Nammi? Kannski að ekki eitthvað. Skemmtileg þversögn. Nei, ég fer ekki reynda til hans. Ég er svo lítið fyrir tannlæknamaður, elsku besti. Þarftu nokkuð að vera mjög mjög stóð með æðislega tennur? Takk. Ég var með rosalega tennur þegar ég var yngri. Ég var með svona vampírtennur og ég var með rosalegt frekjuskarð og tennurnar mín voru mjög stórar. Þannig ég þurfti að fara í svona tannsmíðadót og það var sett svona utanum var það þegar þú varst ung? Vígtennurnar ég var 15, ég baði þetta sko mér leið mjög illa út af þessu og svo var þetta líka að gera bitið mitt skakt. Má ég spyrja einu, fættustu með vígtennur, heldur það? Börni mín fættust nefnilega öll með vígtennur. Já, ég var með svona hákarlatennur, ég kallaði þetta svona hákarlatennur. Já, þau fættist hérna með vígtennur og hérna ég fættist ekki með tennur upp í mér. Nei, þú fættist ekki með tennur upp í þér. Eða þú veist, komnar út. Sjömi fæðist með 2 tennur, skilu. Ég held að ég hef bara fæðist sem vampíra eða eitthvað. Ég var ekki þar. Ekki alveg. Þú fyndin. Takk fyrir. Ég myndi fara á sjóið eitt hvena sem er. Takk. Að nóga það bara heiti Katla Njál, sko. Þá er ég mætt á gaf. Já, alveg. Ég var að kynna skrekkjenda með vinnu mínu núna bara í þessari viku, bara núna mándaginn. Já. Og við fengum skilaboð eftir á bara, ég myndi borga svo mikið til að fá uppistand með ykkur. Já. Og ég hef bara aldrei tekið inn í hrósi, ég bara svona fallega. Ég var bara, takk. Að ef einhver segir að ég sé fyndin, það er, ég mig á mig, eða skilur, það er egotrippið mitt. Þú getur sagt að ég sé, ég veit ekki, klára eitthvað, ok, næs maður, ég get gert 1+1 eitthvað, en ef ég er fyndin, þar vil ég vera. Svo sammála þér. Mér er svo gaman að hanga með fyndinu fólki. Sammála. Að hlæja. Mér hef alltaf fundið svo cringy eða svona vandræðalegt svona þegar fólk segir eitthvað svona live, laugh, love eða hlátur lengi lífi eða eitthvað svona oh my god, þú hlátur er besta meðalið, eitthvað svona. En ég er alveg sammála sem er svo umhverlegt, sko. Já. En ég er alveg bara svona, þú veist, mér líður betur þegar ég fer að hlæja og ég vinn úr öllum mínum málum bara með því að hlæja. Já. Er það jákvætt alltaf? Veit ekki með það. En, elska það. Veistu það, en það er til fólk sko sem fyrir að hlæja einhverju grátlegu að því að getur ekki að þið gert. Já, kann ekki. Nei, það er bara, það kannski jarðaför og það fær ótrúlega vonda frétt. Það byrjar að hlæja óstöðugt. Já, svo mikið svona stress, svona maníu eitthvað. En ég held að you never walk alone, það er hérna síminn að hringja hérna. Ertu púlari? Já! Ég ætla að fara. Ok! Bye. Nei, ég fylgist ekkert með fótbolta, hef aldrei gert. Ég er rosa lítil íþróttamanneskja og ég mist allt í lagi. Endur í listinni og svona. En pabbi og afi voru rosalegir mannjúgæjar, sko. En ég er náttúrulega bara alin upp við það að elska Manchester United og allt annað er hræðilegt. Og það er sérstaklega Liverpool. Og einmitt eftir skírnina mína, þá var ég sett í Manchester United kalla. Já, bara í skírninni. Helmingurinn okkar fjölskyldur eru púlarar og hinn helmingurinn Manchester United. Og þið hittist aldrei sest? Nei, það er bara búið að skipta fjölskyldur. Bara svona aðskilnaður í fjölskyldunni? Það er aðskilnaðarstefna. Já,
og síðan já. En það væri ekki skaman hjá United ef það væri ekki Liverpool. Það er Because alveg they rétt. will never walk alone ef Liverpool með ykkur. Nei, þetta er eins og ég var náttúrulega í Vestló og útskrifið þaðan. Náttúrulega. Það, Akkur datti það í hug? ég veit ekki, mín köllun, reyndar Köllun að fara í Vestló? Nei, þetta var djók, þetta var örglað ógeðslegasta sem ég hef sagt. Þetta er mesta Vestló hlutur sem að einhver getur sagt, en ég bara meina, þú veist, eins og MR er þar, þú veist, þeir eru með þetta á móti hvort öðru, og Kvenno og MH, og FG og Flens. En nei, veistu hvað, pabbi minn sagði þegar ég var lítil, þegar ég var, ég veit ekki hvað ég gömul sko, en ég er örugglega svona 10 ára eitthvað. Pabbi sagði, ég sé hana fyrir mér í norðurkjallaranum í MH og mála málverk með brjóstunum sínu. Já. Og ég verið bara, já, þetta á svo vel Úr við mig. Úr kaffi? Já, eða túrblóði jafnvel. Túrblóði? Já, Það væri eiginlega að toppa það. Já, eða þú veist, þá myndi ég alveg taka mig, skilur. og ég var alveg svona, já, það meikar sens, en það var ég rosalega skipt á MH eða Vestló, en síðan var það bekkjakerfið og leiksýningarnar sem að Já, leiksýningarnar. En mér er alveg sama um námið, sko. Er það ekki meira svona viðskiptafræði og eitthvað svona, kenndi mér? Það er nefnilega máli, þetta er bæði, þetta er náttúrulega aðalega fyrir kannski fólk sem er leiti viðskiptahagfræði eitthvað svona, og náttúrulega rosa margir, þú veist, svona læknatípu líka, fara kannski aðalega í MR, en svolítið náttúrulega líffræðabraut þarna. Þarf ekki að hafa ótrúlega góða útkomi til að komast þarna inn, eða þekki einhvern, eða? Ég held bæði, sko. Já, bæði. Eða just annarkvort, skilur, en bæði mun hjálpa þér. Ég var í þekkt engan annars, sko. Nei. En ég fór á nýsköpun og listabraut, þannig ég var bara, ég kvaddi starffræðina og tók meiri tungumál, já. Nú, það er nefnilega málið, það eru, þú veist, viðskiptafólk og eitthvað svona kláralið og svona, en síðan eru það við, listabekkur sem tökum minni starffræði og meiri tungumál og erum basically bara meiri í félagslífinu en að læra. Já, þá er þetta bara greit, ég held að það væri eitthvað frosið. Já, nei, blessu verður, ég hef svo erfitt með, ég veist, þessu starffræði, skilur það bara á enga, ég er að vinna í grunnskóla og Til hvers þarftu að læra starffræði? Það eru komna tölvur og svona litlar og símar og... Ég skil alveg eitthvað, læra plús og margföldun, en leiðu verður komin í algebru, þá er ég alveg svona byttu, af hverju ertu að gera mér þetta? Eða þú veist, af hverju vilt að mér líði illa? Já. Og síðan hvenær komu bókstafir, þú veist, starffræði eru tölur. Já, ég sammála þér. Og ég hef aldrei í mínu lífi, þetta eina ár sem ég hef verið skólalaus, nýtt mér algebru, nema núna því ég er að vinna í grunnskóla, veistu hvað, þetta er stressandi að vera send í stuðning, þess að stuðningsviltrúi, send í stuðningin í starffræðitíma og að vera að hjálpa kennarnum og ég stendi yfir krökkunum, ég var í 7. bekk daginn og ég var bara, dagins leið mér að kíkja í kennaramöfluna, ég var bara, guð minn góður, kall nú fyrir heim, sko, kalla þinn veika bara. En mér finnst að þú er að gera eitthvað í þessu, sko. Starffræðinni? Nei, alls ekki læra hana, sko. Nei, guð, ég var bara þú myndi ekki komast neitt frekar áfram þó það er allt í lagi að kunna 2 + 2. Ekki í því sem ég stefna á allavega. Já. Alls ekki. En bara koma því fram að krakka greiðin, sé ekki að veistu, það var kennar hérna í Garðabæ. Já. Hann kenndi starffræði með því 2 brauð, 1 smjör. Já. Þú veist, mínus 2 blokkir, ég veit ekki alveg hvernig hann fór að þessu. Þú veist eitthvað svona. En skilurðu? Hann gerir þetta á skiljanlegu tungumáli, en svo náttúrulega eins og þetta er í dag svolítið, því að það er svona mixed bekkir og þetta er erfitt. Flókið, ég meina, finnst þér ekki? Jú, algjörlega, en þú veist, en mér finnst sérstaklega með svona fög sem eru fólki erfið, eins og til dæmis starffræði erfið mörgum og bókfærsla og danska. Það kennarar skipta svo miklu máli. Öllu. Og það að ef kennarinn þinn hefur gaman að því að kenna og hefur gaman að því sem hann er að kenna, þá smitast það oftar en ekki. Og þú veist, ég var með starffræðikennari sem heitir Fannar, í Vestló. Og hann er líki Improv Ísland, skilur mig, þannig að hann var bara skemmtilegur. Og við vorum að læra líkinda og tölfræði. Fattarðu mig, þú veist, þetta er ekki skemmtilegt. En hann á að gera þetta skemmtilegt af því að hann er bara skemmtilegur. Og það var eitt á meðan ég var í tímum hjá honum, þá var ég sérst að æfa sýningu í Borgarleikhúsinu sem heitir Er ég mamma mín? Og þannig ég misti mjög mikið ég misti bara heilan mánuð úr skóla, sem því ég misti út heilan kafla, en ég mætti samt í kaflaprófið og var náttúrulega ekki búin að læra neitt af því að ég bara var ekki búin að vera í skólanum. Og ég fekk prófið til mín og ég horfði á Fannar og ég segi, elsku minn, þetta mun ég ekki geta, en ég skila þér einhverju. Og það sem ég skrifaði á prófið var, ég skrifaði gett mikið af bröndurum, ég skrifaði gett mikið af sketsahugmyndum, af því hann er í improv, ég skrifaði hellinga business hugmyndum, þar á meðal kakósúpubíl og eitthvað sem hann gæti selt áfram, skilurðu, eitthvað svona,
og síðan gerði ég brandara út frá einu dæminu sem var síðan rétt, þannig ég fekk 1 á þessu prófi, ég veit þetta var magna sko, þannig ég fekk 1 og ég fekk að standa upp fyrir fram bekkin og lesa upp prófið mitt, sérst hugmyndina mínar og hann svo æðislegur, hann var ekki, þú veist, margir kennarar hefði náttúrulega verið pirraðir að ég hef verið bara kastað þessu tæki frá glæð og ég hef ekki vitað neitt en hann svaraði öllum tillögunum mínu bara, já, mist þetta góð hugmyndi, já, við getum jafnvel bætt við, þú veist, tvíbökubíl sem alltaf eftir kakosúpubílnum, eitthvað svona, þú veist, bara svona, þegar þú, þú veist, ég bara, já, þú veist, þegar kennarar hafa gaman að því sem þeir eru að gera, þá smitast það svo auðveldlega. Við erum smitandi, hvort sem við erum að segja brandara, brosum eða hrósum eða eitthvað, við erum að smita allt sem við gerum, svo við verðum að vera svolítið smitandi. Já, það er bara svo erfitt að vera með kennara sem eru bara eitthvað svona, hérna osmósur og enzím, hérna, krakkar, er eitthvað hlusta? Er maður þá ekki bara að sofa bak við töskuna? Ég ætla ekki að ljúga, ég á gólfinu. Þetta á gólfinu? Já, ég svaf stundum undir borði bara. Ég öfundaði því, ég komst ekki fyrir þar. Í alvöru, ég svaf bara bak við töskuna, sko. Ég er ekki að vöknu klukkan 8 á morgnana, ég er bara ekki vöknuð. Ha? Nei, ég er ekki vöknuð. Já, nei, ég mitt, já. Og ég sé farin eitthvað. Já, sama hér og ég er að vinna í skóla, sko, þetta er ræðilegt, vonandi yfirmaður minni hlusta á þetta. Það var svolítið gaman að því að ég heyrði konu sem var svona sniðug, ég talaði við hana, hún var að sækja flugfreyjuna og hún kunni ekki dönsku. Og þá... Hvað fyrir ekki, er það skylda? Já. Ok, þannig að þú ætlar að vera flugfræð þá þarf alltaf að fylgjast með dönskutím. Okay, algjörlega, nei, bara fara til Danmerkur eða náður í dönsku vin eða þarna Lingofón dótið sem var Duolingo, já. Duolingo, töf. Og hérna hún skrifaði þarna hvað er það er til tungumál sem að þeir eru með eitthvað game tungumál, hérna hobbitatungumál. Já, Klingon í Star Trek. Klingon, hún skrifaði bara heila ríkið á Klingon. Ha? Þú veist, að sækja um flugfreyjuna því hún kunni ekki dönsku, mér varst þetta svo frábært hjá henni og sagan svo góð, svo hef ég ekki séð hann og svo ég veit ekki hvort hún fekk þetta. Hvort hún varð flugfreyja eða ekki? Já, þetta er fullt af geimverum og svona og hobbitum og svona ýmislegt. Já, hellinga Star Trek aðdáendum og okkur meira. Algjörlega, mér fannst þetta svo flott hjá henni að gera eitthvað bara öðru vísi því að we are human being. Já, og líka bara, mér finnst ekki að maður gera eitthvað svo stendur maður vanlega út úr og þá kemst bara, ég fór í We Will Rock You pröfur og ég fyrir sýningu We Will Rock You sýninguna 2019 og þú mátti koma með 1 Queen-lag þá þú ættir að syngja fyrir þau í pröfunni og það tóku náttúrulega allir bara vinsælustu lögin því þú veist bara það sem er frægast með þeim og kannski mest challenging sönglega er eins og Somebody to Love og eitthvað svona gegja. En ég var nýbúin að læra lag sem er svona einhvern veginn, nú vil ég ekki hljóma eitthvað svona, það veit enginn hvað lag þetta er því ég er ógeðslega cool og öðruvísi. Syngdu það? Guð? Já. Er þetta í lagi? Nei, lífið er ekki í lagi. Þú ert ekki í lagi. Eitt fyrir og... Já, nú setja mig svona on the spot. Okay, don't want to be there. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Time between the lovers and the love you leave behind. You're headed for disaster, 'cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. Vá! Jesus. En sjáðu hvað þú ert rosalega skemmtileg. Það er bara eitthvað svona og þú ert on it. Svona og þú ert on it. Já, segjum bara að þetta hafi verið on it, ok? Það skiptir einhver máli, þú gerði það. Já, rétt. Þú veist, það skiptir ekki máli. Maður verður bara, þú veist, bara just do it, sko. Svo er það bara góð saga á eftir. En þegar þú ert að leika í leikhúsum og það er eitthvað sem þið langar til að gera í framtíðin og verður náttúrulega uppistandari með þetta Dayshow. Jú, auðvitað, það kemur í sjölu bara bráðum. Nei, ég ætla bara að það verður, á ég segja það, okay. það verður á næsta ári. Á næsta ári? Ég lofa þér því. Og ef þú gerir það ekki, þá kem ég því í kring. Að því stundum þarf ég að láta þetta bara rætast ef það virkar ekki. Nei, ég veit það. Okay. Ég veit það. Okay. Og ég ætlaði bara að spá í þegar þú ert upp á sviði. Eru svona kvíslarar, maður sér að það er einhver svona onni gati og... Já, og þú glemir linninni. Já, eins og ég myndi gera alltaf. Já, það er ekki þing. Það er á æfingum, en það er aldrei á sýningum. Er það ekki? Nei. En maður er ekkert með í eyranu svona, Sigga þú ættir að segja, þú veist, er það ekki? Allavega ekki í þeim sýningum sem ég hef verið í, sko. Og ég er með sem að Kristbjörgu Kjeldum í sýningu og hún er náttúrulega bara 80 og ég veit, hún er náttúrulega bara drottningin í öllum heiminum. Og hún bara er það fullkomin og hún lærði bara allt sitt og var með kvíslar á æfingu. Já, hún er náttúrulega búin að æfa sig þannig í 70 ár, sko. Jú, það er enda rétt. Já, að þú æfir þig að leggja minni líklega. Já, en þú veist eins og með leikrit og svona, þú æfir þetta stanslust í 2 mánuði, þannig að þetta er bara komið inn í vöðvaminni, eða þú veist, þetta bara kemur, eða allavega hjá flestum, en síðan þekki ég alveg einhverja leikara sem að
fyrir sitt litla líf bara geta ekki munað upprunasetningum og svona. Þannig að þá maður bara alltaf á tannum. Þá bara fær maður alltaf eitthvað nýtt á hverju sýningu og bara vinnur með það. Mér finnst það svo skemmtilegt. Ég á svo erft með svo les. Spuni eitthvað sem ég hræðist rosalega. En ég held ég sjálf ágætt í Þú ert rosalega sjálf í honum. Þú bara, það er örugglega triggerar þig þegar aðrir eru með spuna. Þá ertu ekki viss hvar þú átt að vera. Að því þú veist lagi. Ég er að fara að dæma spunakeppni MH í kvöld. Ég er að fara að vera dómari. Ég hefði átt að vera með í þessu. Ég elska að dæma svona keppnir. Mér finnst þú svo skemmtilega og söngvakeppnir hjá... Ég hef verið að gera það líka. Ég hefði átt að vita því. Ég nefnilega var að halda vælið eins og ég hefði vita því að fá því í það. Já, ég elska líka bara, mér elska unga fólkið því að mér finnst fólk oft verða svo, eins og þú sagðir áðan, að standa aðeins út fyrir, að vera ekki inn í búblunni eins og þeir vilja þróa okkur kannski í þessu menntakerfi sem allir inn í búblunni og þá nærðu menntun verður ekki tekin af þér var sagt í stúdensveislu hjá einni tengdadóttur minni, en hún var fyrrverandi, tengdadóttir, ekkert út að hún indisleg. En menntun verður alveg tekin að þér. Þú ert kannski búin að læra viðskiptafræði, lögfræði og þessa fræði og allir eru með það sama, allir búin að svona yfirtaka það, þú veist þannig, en gera það sem hjartað kallar á, er það ekki? Jú, mér finnst það. Ég var oft hugsað bara, þú veist, ég sé að stefna náttúrulega bara rosalega svona óstöðugan atvinnumarkað ef ég ætla mér að vera leikar og þá sérstaklega, ekki eins og sérstaklega á Íslandi heldur bara yfir höfuð. Þetta er svo óstabílt sko, að því maður bara, þú veist, maður vonar bara með... Er stabílt að vinna í Íslandsbanka? Nei, svo sem ekki. Nei. Það er til dæmis, ég var á Egilsstöðum og sá Arionbanka og ég hugsaði, ég var hérna, þú veist, var að skemmta þarna bara síðustu helgi á konukvöldi. Ég hugsaði, rosalega þetta á pírið augun, flott húsgagnaverslun. Að því það kom enginn inn. Það er allir hættir að fara í bankan, en það voru svo flott húsgögn, ég held að væri húsgagnaverslun. Svo eru þau náttúrulega klætt í einhver rosalega fínum búningum yfir eins og þessu flugfræðir og okkar. Er það? Já, maður bara fyrir ekki lengur í banka. Það er búið að... Nei, ég fyrir hraðbanka, ekkert annað. Já, ég fyrir ekki eins og í hraðbanka sko, og ég týna alltaf kortinu mínu. Ég er búin að týna 16 Costco-kortum. Að því ég er að láta draga spil, eins og til dæmis ég er að láta þau draga spil. Þá laumast kortið einhvern veginn. Þú veist. Já, þannig að ég gæti mögulega bara að dreigja Costco-kortið. Já, sumir bara láta mig ekki hafa það tilbaka. Á ég að draga? Já. Er fólk að draga Costco-kortið þitt? Ég veit ekki hvað gerist. Hvað gerist? Það gleipir... Hvað stendur? Hver einsti dagur sem þú ert að ganga inn í gerir þig sterkari. Já. Ég held til dæmis að fara í gegnum það að missa svona góðan pappa með svona góðum minningun sem skiptir máli og náttúrulega allavega minningum. Hafi ákveðat gert því svona sterka. Ég held það líka sko og líka bara ég og eina yngri systur, hún er Derissa, kóngurinn við erum 3 systur, hún er algjör kóngur sko. Í hvaða merkir hún? Hún er 25. mars, hún er ekki... Hún er algjör kóngur sko, við skulum bara ekki ræða þetta, ég með það. Nei, og mamma mín er 21. ágúst, hún er ljón eða ekki? Jú, algjörlega, Guð minn Jesús almáttugur sko. Svo er sætur örugglega. Já, mjög, hún er það, hún er afskaplega falleg. Já. Og ég veist, ég bara... Já, þú ert bara copy-paste svolítið af henni. Ég finn. Æ, þú veist hvað þetta er. Já, svona eru genin að leika með mann. Nei, hérna, Guð, já, þú veist, og okkur allar sko, okkur 3. Og hundin auðvitað líka, hundurinn er rosa sterkur. Nei, tjók. Er það tík eða hundur? Það er tík. Hvað? Sko, ég meina... Já, ég ætla að segja, grei maðurinn sko. Já, með 5 tíkur þá á heimilinu. 4, já, ef hann er með talin, jú. Nei, þú veist, 3 og mamma þín og svo hundurinn. Þú veist, þetta er ég, systir mín og mamma og hundurinn. Já, þið eru bara 3. Við erum 4. Já, 4. Ég kann ekki að telja, ég svaf. Já, nei, já, þú svafst í tíma. Þess að nátt ekki að vera ljótt orða því að konu hundur er tík, skilur. En við búum til alltaf svo mikið vesenur orðum eins og orði gleðikona. Á hverju er það ljótt? Það vera gleðikona. Já, mér finnst ég vera gleðikona svona á þann hátt. Ég er algjör gleðikona. Þú ert rosalega gleðikona. Ég bara er gleðikonan. Já, ég horfaði á þetta bara gleði og þú ert kona, þannig að þú ert svona svolítið gleðikona. Ég segi það. Já. Við erum alltaf að búa til, það er eins og orðið hérna kvikindi. Þú ert mitt kvikindi. Finnst það ekki fallegt? Ég var aldrei bólt í þessu kvikindi. Já, ef það væri með uppsilóni þá myndi ég skilja þig. Já, en ég meina, ég er ekki að skrifa það, sko. Nei, það er rétt út að segja það. Það er eins og, hérna, greið, ef þú hringir, orðið greið, ef þú hringir upp í orðabók háskólans, þá þýðir það illa útryðin hunds tík. Já.
Veistu, ég var að læra geggjað orð í fimbulfambi. Ég elska að spila. Borðspil eru mögnuð. það? Svo gaman. Ég gerði það líka hérna í gamla dag. Það alltaf, við mátt með spila kvöldu við vinirnir. Nei, ég var ekki til í gamla dag. Ég haldi áfram, segðu Nei, þú varst ekki til. Og það svona orðaspil, þú ert að koma gömul íslensk orð sem enginn eiginlega hefur heyrt að þetta bara skrítið og þú ert að þykjast vita hvað þið þýða. Þar læri ég sérst orðið gjúsa. Segðu aftur. Gjúsa. Já, það þýðir hlussa eða feit kona. Er það ekki jússa? Að hafa gjúsa með G. Oh my god. Já, mér finnst það geggjað orð. Þetta verið á austan. Örugglega. Það voru ekki gjúsur á Snæfellsnesi. Og eru ekki enn. Engar gjúsur. Engar gjúsur þar. En þú veist, mér finnst þetta svo skemmtilegt orð, ég myndi aldrei, þú veist, ég mun alltaf mætti ekki fyrir mitt litla líf kalla einhvern gjúsu. Svo mikið hlussa þarna, þú veist, svona Sigrún mín, eitthvað. Það fyrir eftir hvernig mér segi oft hvernig hljómaði setur í. Jú, það er rétt. Og þú ert hlustan hennar ömmu. Nei, ég myndi aldrei segja það. Ég sé það núna, ég myndi ekki segja það. Nei, tek þetta aftur. Ó, litla hlussan er ömmu. Þú litla hlustan hennar ömmu. Amma sagði alltaf að ég var í hlusta. Oh my god. Jésús minn, núna verði að, þú veist að, ég fer hann á klósett og ég kúka þessu bara. Þú veist, Já, þá léttistu. Já. Ekki það skipti máli. Alls ekki. Alls ekki? Ó, það er svo gaman að kúka. Mér finnst það líka. Þegar það er samt auðvelt. Ef það er erfitt, þá er ekki gaman. Nei, það er svo gott að losa sig við þetta og ég er svo ánægð með það að hafa klósett. Já, ég hef pælt í því og vera með gott klósett. Góð klósett er rosalega vannmetin. Já. Það ég hef sinnt þörfum mínum í klósettum með svona sturtutakkar sem að fara svona hliðarnar, ekki sem þú ítir inn svona kröftugum. Ég treysti þeim ekki. Nei. Þau mun ekki taka neitt frá mér í burt. Nei. Þau munu skilja allt eftir og það er ekki tilgangurinn með klósettum. Þannig að ég á vandamálastri, ég er rosa púpsi eiginlega. Ég get eiginlega bara að kúka heima um mér því það er eina klósetti sem ég treysti. Háskólabíóklósetti reyndar, hefur farið í þau? Já. Þau eru mögnuð, líka lofttræsting og í hofi. Veistu? En svo, já, ég erfitt samband. Mér finnst þetta svolítið athyglisvert í alvörunni, því það er margir sem að svona spá svolítið í það. Veistu það, G-bletturinn hjá mönnum, hann er 4 sentimetra upp í rassinum á þeim. Já, ég vissi það. Þess vegna þeir svona lengi á klóstinu. Það verið. Já, þeir bara láta hann bíða bara. Ég veit það ekki. Ég maður spyr sig. Hvað segir þú? Það er ekkert svar. No comment. Þetta þýðir, já. Nei, ég var að vinna í jafningjafræðslunni, veistu hvað það er? Já. Ég var sérst jafningjafræðari. Æðisleg vinna og þar átti ég í rosalegum rifrildum við dreng sem að vildi sérst halda því fram að það að ég veit ekki hvort ég megi fara með þetta putta sig í rassinn væri hómalegt og ég sagði við hann það meikar engan sens að vera hómalegt ég væntanlega myndi hver sem gera þetta ef þú farið fullnæðing út frá því. Amen. Ef þú veist, ég meina bara, þú veist, ef þetta er gott, af hvernig ekki? Já, þú veist, hvað ég meina meinarðu? þú ert með hendur og þannig rass. Já, og þetta, Já. akkurat, flestir með hendur og eiginlega. Já, ekkert svona bara, passa minni. Þú stingur þá bara einhverju, skilurðu, það skiptir ekki máli, en þannig að þetta voru svona korterslangar, bara korterslangt rifrildi, þar sem hún bæði eiginlega búin að missa röddina. Jesus. Það var hann svo mikið hjartans mál, sko, og ég var svo mikið, þetta enda á því ég öskraði bara, þú mátt alveg putta þér rassinn, það er ekki hómalegt. Eitthvað svona, og líka bara svo náttúrulega fóru yfir í þá umræðu bara, en af hverju er það samt svo slæmt, ef það væri, af hverju þetta tengja hómalegt við eitthvað slæmt, æskilur svo náttúrulega það er fast ungur strákur sem já, ungur strákur og þá eru þeir með alla þessa hormóna og spá í þetta og spá í hitt og það þarf einhver að tala við þá, svona eins og þú, á íslensku, hvað er að vera, þú veist bara hvað er sikk og hvað er ekki sikk og það er kannski enginn sem getur sagt það af því að í raun, eða dæmdi það en mér finnst það til dæmis þú veist, drengir, mér finnst þeim illa kennt ofsalega margt af því að stelpunnar er alltaf að bladra saman svona og trúna og eitthvað bara, og svona, kannski ekki strákarnir Nei, mér finnst líka bara það sem ég er búin að læra, ég er hvern maður sko, þannig ég veit ekki alveg hvernig þeim líður almennt en þú veist bara svona hlutarslega og svona tölfræðilega þá náttúrulega bara eiga þeir mikið erfiðara með að opna sig og tala til dæmis þessu tilfinningar sína bara út af því að þú veist það er svo oft var sagt bara þú veist homalegt eða bara stelpulegt sem náttúrulega bara hræðilegt hvernig getur verið samkynhneigður eða stelpa, það er hræðilegt
En svo náttúrulega fann ég náttúrulega fyrir því í jafningjafræðslunni alveg og þú veist, þetta var mögnu vinna og geggja að reyna að hafa áhrif og tala krakka til fordóma og svona, en ég fann alveg fyrir því að ég var stelpa að segja þessa hluti, skilurðu. Ég var ekki bara einhver að kenna þeim, ég var alveg stelpa að reyna að kenna þeim. Þannig að þetta voru oft strákar gátt ekki tekið. Nei, þetta voru oft blandaðir hópar og stundum þurfti að skipta þeim niður. Er það ekki erfiðara? Já. Ég segi eins og Magga Pála, ég ætla nú að fá hana inn í þáttímina því að mér finnst það svo æðisleg. Að það þarf stundum að aðskilja stelpur og stráka til þess að... Við gerum það oft, sko. Já. Sérstaklega við gerum alltaf svona nafnlausar spurningar sem er rosa vinsælt og ótrúlega bara góður hlutur. Það sést þú bara ferð að skrifa spurningu niður á spjald og þú sést bara, þetta er ógeðslega mikið svona, er þetta eðlilegt spurningum? Bara er allt í lagi að vera 15 ára og hafa aldrei kysst neitt eða hvenær er eðlilegt að byrja stund kynlíf eða er eðlilegt að fá túrverk í rassinn? Þetta kom spurning oft, það er eðlilegt, allir, mjög vont en eðlilegt og eitthvað svona og þú veist það þarf ofta aðskilja að því þú veist við lentum oft í því að ef þetta voru bæði saman og maður spurði eitthvað túrverki þá bara fóru strákarnir að hlæja. Já. Skilur, og svo bara koma náttúrulega bara allt aðrar spurningar og allt aðrar umræður þegar maður er að aðskilja en auðvitað er nauðsynlegt að hafa þau saman og allir að en stundum þarf aðeins að eins og hjallastefna það er mjög gott sko að því þegar til dæmis þegar þú ert að tala við hóp og þegar kallar og konur eru þá er það testur á geninu svona öskra aðeins fram í og svona og konurna við erum öðruvísi en drengir og strákar eru öðruvísi en stelpur, það er bara þannig þó það eigi að mixa þeim saman þá held ég að það sé mjög gott að taka þau sundur hefur ekki séð það bara til dæmis að þú ert inn í bara venjulegu skólakerfi hvað myndir þú segja? Stelpunar eru ofta á undan og strákarnir á eftir af því að þeir þurfa kannski öðruvísi að nálgast fæið. Já, algjörlega en síðan finnst mér líka, þú veist, mér finnst oft alveg hluta til skólakerfi búin að bregðast strákum svolítið. Algjörlega, alveg svolítið mikið, af því að þú veist, þráðurinn er einhvern veginn miklu styttri með stráka, af því þetta er bara, að þetta eru strákar, skilur, þeir hafa ekki gaman á skóla, þeir hafa gaman að tala og vera kóngarnir inn í stofunni, og þú veist, og af því það er búið að ætlast til þess af þeim, að þá vantilega gera þeir það, og svo er oftar en ekki þráðurinn miklu styttri. Við stráka, skólakerfi er búin að bregðast strákum. Og já, mér finnst við verið svona ég er búin að vera inn í bekkjum núna og ég sé alveg, þú veist, svo fyndið, þú veist, svo margir sem er eitthvað svona on the out, svo mikil frontur sérstaklega úlingum, bara þetta eru úlingar og bara fólk yfir höfuð, bara rosalega mikið grím og rosalega mikil frontur og maður sér svo auðvitað í gegnum það ef maður er svo, heyri skar, þú þarft ekki að þetta er svona, ég veit alveg þú ert að gera þetta þessu þú veist, þetta er svona og mér finnst bara oft þurfa meira aðhald við bara bæði en alveg stráka það þarf svolítið að íta það þarf alveg alltaf með það sem ég er búin að vera að sjá það kannski íta þeim aðeins meira að því þú veist oftar en ekki að komast þér upp með það að læra ekki að því það bara maður hættur að nenna það er bara orðið norm þú veist þetta er bara svona þú veist ég get ekki látið gera neitt og þá komast þér upp með það sem að er náttúrulega umulegt þeirra vegna en þeir fatta það kannski ekki strax. Þeir fatta það alls ekki. Ég tók eftir sko að mér finnst krakkar skilja mjög illa íslenskt mál. Já. Og mér finnst það svo hræðilegt. Þá er ég að tala eins og orðið hlottnast eða bara svona einföld orð. Ég er ekki að tala einhver gömul kvíguorð. Nei. Ég sagði við stráki 9. bekk daginn, ég sagði, Sælir, þú brattur? Hann eitthvað, ha? Einmitt. Ertu brattur? Er ég brattur? Já, þú veist, ferskur, góð skapi. Já, bara er ég 100 ára? Og síðan var ég að tala við stelpur í 10. bekk og hún sagði eitthvað og ég sagði, hví? Og það fór ég hlátuskast bara, hvað ertu 60 ára eða? Hví? Ég bara, oh my god. Þetta er hræðilegt. En ég skil ekki hví er kannski ekki eitthvað mikið notað. Jú. En síðan eru rosalega margir sem náttúrulega bara tala ensku stanslaust á milli sín þó þú séu fæddu upp alveg á Íslandi. Hvernig væri að sleppa dönskunni og finna eitthvað skemmtilega svona orðaleiki eins og þið eru að gera til allskins skrabul og svona á íslensku. Að þú veist að þið er svo gaman að geta talað skemmtilega íslensku þó að maður kunni ekki öll orð, bara svona að geta það allavega því að það mun stoppa mann í svo mörgu að geta ekki talað íslensku. Mér finnst líka, persónulega finnst mér náttúrulega sem leikari kannski skrítið þess að ég segi þetta, mér finnst þurfa meira bara íslenskt efni og það er bara komið miklu meira af því núna.
Ég til dæmis var að leika í sjónvarpsþáttum sem að koma út núna páskana sem heita Vitjanir. Vitjanir? Þeir voru teknir upp á Grundarfirði. Það? Já, bara við hliðin á okkur. Já, ég bjóð þar eins og Aha. Já, ég ætla alltaf að eiga heima. Það er svo fallegt að Grundarfirði, alltaf áfram. Kirkjufell eitthvað svo krútlegt. Kirkjufell, guðmi góður. Það þarf að gera hálsmenn með Kirkjufell. Eitthvað svo og setja eitthvað bara. Ég skil það. Já. Það er mjög tignarlegt og ótrúlega krúlt og kósi að vera þarna. Snæfell, þess Og bara magnaður staður. Flotta kvíabyrgja fyrir aftan svona næs fangelsi skilurðu sem að finnst mér. Já. Svona bara, þú veist, virkar ekki eins og fangelsi, bara einhvern veginn pappir aðeins að Húsnæði. skreppa smávís, eitthvað. Já. Þú veist, svona vinalegt. Þetta er mist kósi staður en já, ég var í þeim og þeir komu út páskana, en komið mjög mikið frambóð núna á íslensku efni, bara akkurat á þessu ári, bara mikið í einu og sérstaklega sem nú var að koma út, þú veist, barnamynd, eða svona fjölskyldumynd sem heitir Birta, sem ég var að sjá, ég er ekki búin að sjá hana en ég sá trailerunum hana og ég var bara svona, yes! Já. Þú veist, af því þú veist, það er rosa mikið af hinnu íslenska efni, þú veist, þetta er þungt og þetta er bara Scandinavia og noir, þetta virkar og þetta er flott, en þetta er svo lítill markhóp, þetta er bara fullarna fólki og það eru þau sem er að tala íslensku. Mér finnst þið þurfa sérstaklega líka meira grínefni, þess að venjulegt fólk geggjaði þættir. Er það líka æðislegir? Og meira eins og fólki í blokkinni, það voru geggjaði þættir, ég Algjörlega. elskaði það þegar ég var yngri. Akkur ekki meira svona fyrir, já þú varst í þeim. Já, ég man ekki í hver ég hef verið. Nefna bara einhverju fötum, ég er meir sverða sko. Einhverjum föt, jú þú varst norn í þeim, mann ég. Já. En ég en já, þú veist, eins og eitthvað svona, þú veist, efni fyrir krakka, að þú veist, jú, talsetning skiptir alveg miklu máli og talseta efni og eins og Lilja var að leggja fram á Disney Plus. Býtum við, talseti efni, já, mér finnst það samt, sko, það er ekki að sama. Já, nei, þarna, ég er ósammála því að mörguleiti, sko, að því að til dæmis þegar þú fer til Spánar eða Rússlands eða eitthvað, og allt er talsett, þá kann fólk ekki heldur ensku, það er alveg hægt að bara tvítingt. Já, ég er alveg samlega, ég er bara að tala um sko svona teiknað. Ég er rosalega móti að döbba eitthvað leikið efni. Það finnst mér óþægilegt. Já, mér finnst það. Eins og með Squid Game og okkar. Fólk sé ekki að horfa það á kóresku. Ef fólk sé að horfa það á ensku finnst mér skammarlegt. Já. Lestu textan. Ég skil, ef þú ert blindur, þá skil ég það. Ef þú ert blindur? Já, ef þú skilja það þá? Nei, ef þú bókstaflega getur ekki lesið textan, þá náttúrulega kannt ekki kóresku, allt í lagi. En come on, horfa á þetta eins og þetta var gert. Já. En já, mér finnst þeim að þurfa meira og þá sérstaklega eins og algjör sveppamyndirnar og svona. Já. Bara fyrir yngri kynslóðina. Já. Að því þú veist, það en þú ætlar að taka þetta svo staðir, af því að þú ætlar að leika í svona, einhverju svona fyrir yngri kynslóðina. Ég sé þig eftir að gera það. Þú átt eftir að... Ég var að því að mánudaginn. Nó, ég sé aftur í tíman. Já. Ég er rosaleg. Þú ert það, mögnuð. Hvað varst að leika mánudaginn þá? Skrekkur. Já. Hvernig er þetta, þessi skrekkur, þannig, hvernig er þetta? Það er ógeðslega krúttlegt, þetta er geggja, mér þykir svo vænt þessa keppni, ég tók þátt, þetta er sérst hæfileika keppni mitt í grunnskóla í Reykjavík, sem er hérna á sér stað í Borgarleikhúsinu og er úrslitakvöld í beinni á RÚV og hérna þetta er bara svo geggja tækifæri fyrir krakka í 8. til 10. bekk til að fá að sína hvað það hafa að segja og sína hæfileika. Þetta var svo magna fyrir mig, þetta var á 2017, þú veist, þá var ég ekki byrjað að leika á sviði. Nema ég var bara búin að vera í söng- og leiklistaskólanum hjá Erlu og Já, henni? Já, Ragnheiði og og var ekkert búin að vera eitthvað að leika, vinna við það að vera á sviði. Þannig að þetta var bara magnað moment fyrir mig. Já, bara ég er að fá að vera á stóra sviðin í Borgarleikhúsinu, þá var ég að keppa með Árbæjarskóla, við unnum það árið. Og þetta var bara besta moment í lífinu, þetta var geggjað og fá úrslitakvöldin að vera í beinni á RÚV á stóra sviðinu, þetta var bara þetta er svo stórt tæki fyrir þess að krakka að fá að setja eitthvað á svið sjálf, fá að sína það á þessu sviði, þetta er svo frábær vettvangur og síðan oftar en ekki meirhlutan sem atriðum með einhvers konar boðskap sem bara geggjaði að sjá að krakkar í dag er að reyna að gera meira einhverju svona sem er í keppnum Jú, þetta er náttúrulega bara Reykjavíkurborg. Já. Þannig að þetta var alveg sniðugt að gera eitthvað í þessu og við bara skorum á fólk að gera það. Fleiri bæjarfélög. Já. Ég vildi ekki geta haft þið í marga mánuði bara. Ég skal flytja inn til. Er það? Ég er með alveg heila hæðin uppi. Á Álftanesi. Ég hef ekkert á móti Álftanesi. Þetta er staðsetningin, ég ætla ekki að ljúga. En ég er með ógeðslega flotta sundlaug, talaðum núna. Sundlaugin, sko. Ertu með sundlaug? Er í garð, ekki já, ég. Þannig það er í garðinu mínum. Álftaneslaugin er í garðinu mínum. Ég hef aldrei farið í hana. Nei,
af því að þú ert sundlaugasnopp. öldulaug. Nei, Já, það er öldulög og svona. nei, ég á svo erfitt með, ég veist eins og bað, ég hata bað. Er Með það? heita potta, mér verður svo flökur þegar ég er umlíkin heitu vatni. Já. Ég Voða bara skrítið. ligg í baðinu í viku, svo viku skiptir að ég nenni ekki upp úr. Nei, í alvörinu það er eina skipti sem ég er kjur. Það er í baði í Sverða og ber. Sjá mig ekki annars þar. Ber, já, Ég bara mista eina tækifæri til þess að fara úr öllu. skila. En ég er búin að elska að hafa þig. Takk Því þú fyrir ert að svo fá mig. heitlandi að ég bara, og það, já. Ég er bara svona ókvöð, eru þið að heyra? Nei, þetta var mitt, þetta var svona eins og í Office, þetta er mitt moment til að starra í myndavélina, bara, oh my god, hún sagði þetta var svona Já, ég var að spá í, hvar er miðjumyndavélin? Þú veist, Ég- þess að við getum tekið mynd saman. Ég sleppti henni. Þú sleppti miðjumyndavélinni. Erum við bara með tvær? Ég er bara með 2 núna. Guð mig góður. Guð. Erum við að minka við okkur? Er þetta... Ég bara næði ekki þegar ég er með myndaðalega svona framalega. Erum við- Miðinni. Já, ok. Það er bara staðsetning. af því að Jésús herbergið minn, er já, svo lítið. svona er lífið. Það er bara að vera Er þetta lítið herbeggi? Já. mjög, Heyrðu, nei, þetta er mjög flott. Takk fyrir. Mjög flott. Takk Hvað fyrir. er þetta að vera að draga mann hérna niður? Mjög flott. Herðu, Ég elska hana. Katla Njáls. Já. Katla Njáls, mikrofónin, hún setti. Rímaði. Setti Í hendina á já, ketti. Ég elska að hafa haft þið, þú ert yndisleg. Takk. Þú glóir eins og sólinn og guð minn góður, hvað þetta, já, ég er stolt að þetta ekki og takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig.